Kirkjunni valið pláss á þessum einstaka stað. Hvernig kom það til? Já, það kom þannig til að söfnuður var að leita að lóð fyrir kirkjuna, þannig að strax á upphafsárunum og það enda með að þeir kaupa lóð af Oddfellow-reglunni, sem þessi lóð sem kirkjan stendur á og það gert í apríl 1901. Og strax mánuði seinna eru lagðar inn teikningar af kirkjunni eða fengi byggingarleyfi. Og þetta var ekki endilega að skapi yfirstéttarinnar? Nei, það allavega til sögur af því að það þurfti að fara með efnið yfir tjörnina. Því að Sigurður Thoroddsen, nágranni okkar, sem var þá fyrsti verkfræðingur Íslands, hann heimilaði ekki flutning á efni gegnum sína lóð. Já, og þetta var eiginlega í útjaðri bæjarins á þeim tíma? Já, það allavega myndum að dæma, þá var þetta alveg í útjaðri bæjarins. Þannig þetta er fyrsta úthverfa kirkjan? Það má segja það, fyrsta úthverfa kirkjan. Stíll þessarar fallegu timburkirkju er mjög sérstakur, Stefán. Já, það er náttúrulega gotneski bogar hér sem eru einkennandi og ganga aftur og aftur. Er það ekki mjög sérstakt að timburkirkju sé í gotneskum stíl? Jú, það er það nú frekar. Það er náttúrulega, þessi gluggagerð hefur náttúrulega kemur víða fram í íslenskum kirkjum í sjálfu sér. Það er erfiðara að eiga við boga í loftum og þökum til dæmis, en það hefur samt verið gert hér þó að það sjáist ekki merki lengur vegna þess að hér voru sem sé krossbogar í hvelfingum sem hafa svona í tímans rás verið breytt. Þetta er arkitektarlega séð með falleg kirkja. Þetta er mjög heilsteypt hús, já, og svona þessar breytingar viðbætur sem að seinna hafa tilkomið hafa tekist bara vel. Allavega höfum að vanist þeim mjög vel. Þetta er sem sé í raun og veru kannski kirkja í 4-5 áföngum, má segja. Já. Og það má kannski líka segja að þessi kórbygging sem er kannski svona sem Einar Erlendsson teiknaði var reist 1924. Hún er úr öðru efni. Þetta er steinsteyptur kór við timburkirkju sem er svolítið djarft en það hefur tekist vel og það kannski undirstrikar enn gotneska stílinn sem var í timburkirkjunni. Það eru sem sé 2 sem að koma að fyrstu að timburkirkjunni sem var þá þegar hún var fullbyggð og var talin vera stærsta timburkirkja landsins. Sigvaldi Bjarnason sem var forsmiður trésmíðameistari og byggði fyrsta hlutann og svo Rögnvaldur Ólafsson sem var þá bara nýkominn heim þegar hann teiknaði framhaldið. Davíð, það má segja að kirkjan hafi verið byggð í 4 megin áföngum. Já, smíði kirkjunnar hófst 1902 og hún var svo vígð 1903. Og það var fyrsti áfanginn, þá voru hún svolítið stutt og kubbsleg og bara 4 gluggar hérna niðri. En í seinni áfangunum, áfanga 2, þá var hún lengd alveg upp í 22 metra, eins og kirkjuskipið er í dag. En í 3. áfanga, þá byggjum við kórinn við. Það er 1924. Og hann var steinsteyptur? Hann var steinsteyptur, já. Og þá var prédikunarstóllinn færður til hliðar við kórinn. En í áfanga 2 þá er hann beint yfir altarinu fyrir miðbygg kirkjunnar. Og svalirnar alveg hringinn í kringum skipið. Já, og svalirnar alveg hringinn. En svo síðasta áfanginn, það er raunverulega 4. áfangi þegar að lágbyggingarnir eru byggðar hérna sitt-hvoru megin við forkirkjuna. Og það var skrifstofa prests og skrúðhús. Þannig varð hún til í núverandi mynd. Já, og þannig er hún búin að vera og svo hefur bara verið viðhaldið og svona smávægilega breytingar auðvitað. Svo var tíðin, Hjörtur, að kirkjan var kynnt með kolaofni. Jú, mikið rétt að kirkjusagan þessar byggingar nær mjög langt aftur og faðir minn, hann var hér sem barn með ömmu sinni, Málfríði Magnúsdóttur, sem sá hér kirkjuna, sá þrif og kirkjuvörslu í meira en 30 ár. Og hann sagði mér frá því þegar hann kom hér í messunar hjá mér, syni sínum, áratugum síðar, að hér bak við mig, það eru 4 gluggalengdir, þetta var stærð kirkjunar í sinni fyrstu upphaflegu mynd og hér var kolaofn sem kynnti upp þetta stóra og mikla rými og síðan var bættist seinni helmingurinn við og þá kom annað fyrirkomulag við kyndingu en kolaofnin var hér.